Góðan daginn, góðir hálsar og velkomin. Við erum að fara að tala eitthvað sem Drottinn vill við okkur heyra og svona þegar hann dregur páskum, ekki páskarnir á næsta leiti en kannski ekki alveg komið að þeim og ég hef ekki enn skoðað dagatalið til að sjá hvenær páskarnir eru. En þeir eru svona á misjöfnum tímum, ekki spyrja mig af hverju því að ég hef ekki skýringar á því en þetta einhver reikningskúns sem að fræðingarnir segja að þurfi að vera til þess að við fáum páskana þegar þeir eiga að vera. En þeir koma, þeim hefur nú aldrei verið sleppt út af þessu atriði en þeir dagarnir geta verið nokkrir þarna á milli ára. En það örugglega til skýring á því, einhver flókin og flott skýring sem að enginn nema sá allra menntaðasti veit. Stundum þetta nú þannig að við erum svolítið að blása okkur út með menntunin okkar og það ég veit svo sem ekki fyrir hvert það er. Gott að vera menntaður og gott að vita mikið en er það ekki svona mest bara fyrir einstaklingin? Ég hygg það nú. Menntun er góð og allt saman það en menntun er eiginlega andstæða sín, má segja, ef menn eitthvað að monta sig á henni. Það held ég, menn ætti nú ekki mikið að vera að gera. Við skulum miklu frekar leitast eftir því að vera bara góða manneskjur. Það sé miklu eðlilegra heldur en einhver þekking sem að fær mann til að berja sér á brjóst og segja ég er mikill og merkilegur. Eða svona segja með sjálfum okkur, auðvitað eru við öll miklar og merkilega manneskjur vegna þess að við erum nú einfaldlega sköpuð af lifandi Guði. Og það sem að lifandi Guð gerir er alltaf merkilegt. Þannig að því leyti til erum við afskaplega merkilega manneskjur en ekki endilega merkilega fyrir það hvað við erum klár í kollinum. Og svo er það spurningin endalausa hvað er að vera klár í kollinum. Er það ekki bara að vera klár í kollinum og þegar maður hefur opið hjarta fyrir lifandi Guði? Er það ekki trúin, kennir hún það ekki að hún er hérna til þess að taka okkur inn í ríki Guðs? Segir hún ekki og kennir hún ekki að hér eru tvö öfl? Annað aflið er ríki Guðs. Hitt aflið er ekki ríki Guðs. Þetta er ekki svona einföld mynd sem er dregin upp. Hún er einföld, jú, og sönn. Og að því að hún er sönn, þá getur trúin sem við eigum sett fram fyrir okkur alvarleika málsins að hvaða leyti. Hvert er verkefni mitt og þitt? Hvaða verkefni höfum við einkum og sérilagi sem að eigum Jesú í okkar hjarta? Liggur það ekki alveg ljóst fyrir? Við eigum ekki að safna liði og endurheimta eitthvað sem við eigum ekki, þó við höfum talið okkur eiga það. Heldur eigum við þá að safna liði undir merkjum krossins og segja öðrum frá Jesú. Þannig er það nú líka, minn kæri vinur og vinkona, að öll munum við einhverju sinni deyja. Og þannig er það nú líka, að allt sem bæði ég og þú höfum streðað fyrir, skiljum við eftir þegar að þeirri stundi kemur. Hver tekur þetta? Bara ég veit það ekki. Í raun og veru spyr ég nú á móti, í raun og veru hvað varðar mig um það? Ég er hvort eða farin. Ég er ekki hérna lengur. En núna er ég og þú ert að hlusta á þennan ágæta mann
sem að segja það við þig, boðum Krist, leyfum honum að eiga okkur frá A til Ö. Hann vakt okkur inn í þennan dag til þess að lofa sig í þessum degi. Svo kemur morgundagurinn og þá bara gerist það sem gerist. Hvað skildu margir hafa hvatt þetta líf bara náðu ekki að vakna inn í nýjan dag í dag? Hvað voru þau margir? Ég veit það ekki, en ef við tölum allan heiminn, þá talan nokkuð stór, há, og raun hærri en okkur grunar. Nú ég að tala bara fólk sem að deyr með eðlilegum hætti. Bara hefur skilað sínum ævidögum og svo hefur sofnað sínum síðasta svefni. Ég ekki að tala alla hina sem eru drepnir af öðru fólki. Hvort sem í sprengingum og hamagangi eða bara hreinlega myrt. Lífið viðkvæmt. En við erum ekki fólki sem að förum illa með líf, hvorki sjálfur okkar né annara, heldur erum við fólkið sem verjum og vendum líf og tölum gegn öllu sem vil taka líf. Og við förum alveg til grunn einingarinnar, til upphafsins. Hvað það? Getnaðurinn. En núna eru einhverjir búin að setja upp spari skelfingarsvipinn sinn og líst nú ekki alveg á þessa umræðu. Og ég veit ekki hverjum hefur tekist að flækja þá umræðu svo mjög að þetta vefjist eitthvað fyrir fólki. Að það vefjist eitthvað lengur fyrir fólki hvernig allt saman byrjar hjá hvort sem mér eða þér. Byrjar það ekki með getnaðinum? Og af hverju eru menn eitthvað að hártoga það? Af því það í eðli mannsins að reyna með öllum ráðum að réttlæta allt sem hann gerir. Er það ekki þannig? Og er það ekki þannig að við í raun og veru réttlætum öll okkar verk með einum og öðrum hætti? Við segjum, við verðum að gera þetta. Það þarf að gera þetta. Og þetta þarf sumt að gera. En það aldrei sagður aðdragandinn að því, af hverju þurfti þetta að gerast? Aðdragandinn stórmerkilegur viðburður. Það sem við erum að horfa á í einhverju þvælumynd, segjum það, að aðdragandinn getur verið nokkur og alllangur, svo allt í einu síður upp úr. Það í öllu lífinu þannig að þegar einhver gerir sem okkur líkar ekki, skaltu vita, og þú veist það líklega, það aðdragandi að því. Hver hann? Sá ég hann? Ég held ekki. Annars hygg ég að ég hefði ekki leyft því að gerast, ef ég hefði séð hann. Og hvað þetta? Á hvað þetta að benda? Það heitir veikleiki mannsins. Það heitir það. Og hvernig má vinna bug á honum? Við eigum afl sem heitir Jesús. Að við skulum ekki vilja nota og virka þetta afl sem heitir Jesús, segjum við mig, Konráð, þú ert án afsökunar. Leyfðu mér bara að venda þig og verja, og þá skal ég stýra þínum skrefum þannig að þín mál í lagi í dag. Í hvað degi byrjaði vandinn? Hann getur legið alveg aftur í ættir.
til að mynda fyrir þjóð sem stríð blossar upp hjá í bara með ekki reglulegu millibili kannski svona annað vegið. Úkraína í dag. Hver er rótin að þessu sem við erum að horfa í augu við í dag? Það er ekki bara einhver vondukall í Rússlandi sem að gera þetta verkum. Það er einhver rót sem teygir sig inn í þessa atburði sem við erum að horfa á. Það heitir aðdragandi. Aðdragandi er á öllu, líka góðu. Við þekkjum sögu Jesú Krist. Hann kom sem aðdragandi frelsisverksins. Þannig að mannkyn er hólpið. Vegna þess sem Kristur gerði, hún vann og er aðdragandi að, alveg frá falli mannsins í upphafi, ef við förum alla leið. Hann varðaði veginn til lífsins tré og lokaði honum, drottinn. Af hverju? Hann var að undirbúa annað. Og þangað til þetta hitt kæmi er vegurinn lokaður. Aðdragandi. Þannig er lífið, það er aðdragandi að öllu. Og hvað vill þetta segja mér? Ég vil skila deginum af mér í góðu ásigkomulagi. Það vill lífið segja við mig. Í góðu ásigkomulagi merkir að ég er ekki meðvitaður neitt rangt sem ég gerði. Þú mátt segja hvað sem þú vilt. Þú ert engin stóri sannleikur frekar en ég. En svona er þetta. Þetta er það sem við erum að kenna þetta kristna fólk. Og svo sem er okkur legið á hálsi fyrir alls konar sem við segjum. Sumir finnst við afskaplega þröngsýnt fólk. Við styðjum ekki þetta og við styðjum ekki hitt. Sem menn hrópa heyr, heyr yfir. Þeir eru svo glaðir. En Biblían segir bara alveg þvert nei við. Við sem kristnir menn og konur getum ekki annað en farið eftir því sem hún segir. Er það ekki alveg rökrétt? Þú vilt vera sanngjarn í garð trúar og orð Guðs, og þá er það alveg laukrétt niðurstaða. Þannig að við getum ekki hort á það sem er að gerast í kringum okkur þannig séð. Við vitum því miður af því að þetta er sumt af því svo viðblasandi að ekki verður framhjóði hort. Að vita einhvað en vera ekki þáttakandi er sitt hvað. Sért ekki þáttakandi, þá ertu ekkert með í því verki sem þar er verið að vinna. Akkur ertu ekki með í því verki sem þar er að vinna, líklega vegna þess að þið líst ekkert á það. Og hvaða bjöllu hringdu og hver hringdi þessari bjöllu? Trúið þín. Aðvörandi bjöllur. Svo er það heimurinn sem að lítur til okkar, sér ekki skjanna birtuna sem að lýsir okkur, ekki frá okkur sjálfum komið, nema þó trúnni okkar sem að geislar út og það er ákveðið ljóst þá sem kemur. En þarna erum við að horfa á rangt og þarna erum við að horfa á rétt. Hver er þá rangur þarna? Sá sem lítur hornauga kristið verk. Hann er rangur þarna. En okkur er uppálaður sannleikurinn. Og við auðvitað horfum í hinn áttina og sjáum margt sem að gengur ekki upp. Gengur ekki upp fyrir hverjum. Mér, þér, nei, orði Guðs. Og það er það sem við erum að benda á.
að sé rangt. Og orð Guðs hvetur okkur til þess að hlúa hvoru að öðru. Hlúa hvoru að öðru. Með öðrum orðum, hvetur okkur til að hlúa að lífinu. Það er það sem það er að tala um. Orð Guðs er svo merkið, er svo hart að þessu leyti, það rekur lífið alveg til upphafsins, til getnaðarins. Sem við erum búin að útskýra á þann veg til þess að réttlæta verkið, að við erum skilgreinur raunverulega ekki líf þar fyrir eftir ákveðnar vikur. Verður ruglið meira, spyr ég nú bara. Lífið byrjaði þegar egg og sæði mættust. Þá byrjaði það. Og ég spyr, hvað er svona flókið við þetta? Þannig við sjáum að við vöðum villu á mörgum stöðum. Og þarna kemur til veikleiki mannsins enn og aftur, sem leyfir sér að réttlæta þetta. Tala rök með þessu. En orðið segir, og ég tek undir það, egg og sæði mættust. Þar byrjaði þetta. Og það sem byrja þar, ber okkur að venda. Við segjum, já, stúlku greið, hún er svo ung, hún getur ekkert fætt barn núna. Já, hún er rétt, það er rétt, sumar eru ungar. En þetta gerðist. Og með sumt ætti að vera mórall fyrir að verði ekki aftur snúið með. Og ég lofa þér því að Drottinn segir um þennan einstakling sem þannig er á leiðinni í heiminn, ég muni vel fyrir sjá. Þú horfir í spegilinn eða tala ráð við einhvern. Já, það kemur svona, já, og átt nú eftir að mennta þig og svo allt saman það og hvað ætlar að gera? Ætlar að mennta þig eða vera ung með barna uppeldi? Og fólki vefst tunga tönn vegna þess að mórallin er svona í dag. Einu sinni var þetta ekki einu sinni á dagskrá. Þeir tímar voru uppi í öllum heiminum að þetta væri ekki einu sinni á dagskrá. Já, kannski, það hefði nú vonandi að ég hefði nú vilja að þetta hefði ekki gerst. Og það er allt í lagi að segja það. En að takast á við þetta er leið að takast á við afleiðingar eigin vals og eigin verknaðar. Það er ekki rétt. Og menn segja þetta sem er rök í málni, en henni var nauðgað. Nauðgun er bara glæpur. Og svo er ekkert verið að nauðga öllum konum. Halló. Það er því miður gerist. Og það er líka verið að gera alls konar vonsku verk. Þetta er út allt. En samt hefur gerst ákveðin þáttur, líf hefur kveiknað og þessu lífi, hvernig sem það er tilkomið, ber okkur að hlúa að. Ég meina, ég spyr, hvað er svona erfitt að skilja hér? Þetta er blinda, minn kæri vinur, ef þú sérð þetta ekki þessum augum. Það sem hefur skeð þarna þarf að fá að komast út. Þannig komum við öll. Og hér er ég sem þarna byrjaði, alveg eins og þú. Og Drottinn er góður við mig. Ég er orðin
já, ætlum að teljist ekki svona uppundið að vera gamall maður, ég reyndar vil ég ekki tala neitt um það, mér er alveg saman það hvað mannu finnst um það. Ég er hér enn, í blómstrandi lífi, með fullt af góðu fólki í kringum mig. Því ég fekk að koma. Er þetta alveg út úr hróa hött að tala svona? Ekki að þú horfir á hina myndina. Þá er þetta ekkert út í bláin að tala svona. Sumt líf er tekið áður en það kemur. Og ég spyr, hvað er svona flókið við að skilja þetta? Og hvernig getum við réttlætt þetta? Við berum fyrir okkur kjánaskap. Við berum fyrir okkur einhvað sem að segir við mig, heyrðu, þú þekkir ekkert Jesús. Þú þekkir ekki orðin hans. Þú þekkir ekki það að hann segir sjálfur, ég mun vel fyrir sjá. Og hvað segir hann meira? Leyfið börnunum að koma til mín. Varnið þeim þess ekki, því að þeirra er Guðs ríki. Okkar hlutverk sem foreldrar auðvitað, eða hverja sem er að láta vita af þessu. Þetta er leiðin. Þetta er öryggi, þetta er tryggingin. Þessi tryggingafélög er að auglýsa. Tryggðu þig fyrir innbrotum í netheimum, frá netheimum. Ég segi, tryggðu þig með því að vera í vist hjá lifandi Guði. Og þú greiðir ekkert gjald. Þú bara farið vissu fyrir því að svona sé þetta. Og hvað viltu meira? Og akkur er þetta ekki svona? Dagarnir eru vondir. Þess vegna er þetta svona. Og að því að dagarnir eru vondir, að þá dettur þessum vondu dögum ekki til hugar að bendaður ykkur leið sem er ljós leið. Þess vegna er þetta volæði. Þetta hefur allt saman sinn aðdraganda. Svo einu stað þá blossar það upp. Hvað sem það er, þá hefur þetta sinn aðdraganda. Þetta er það sem Drottinn vill tala við okkur í dag. Hann vill segja mér og þér það að ræturnar, þær geta legið mjög djúpt. Hvert liggja þær? Þær eru ástæðan fyrir því sem er að gerast í dag. Ræturnar. Og hver þrætir fyrir þetta, hann getur það ekki eða hún, því þetta er borðleggjandi dæmi. Það er ekkert sem bara bang, skýst upp. Það hefur allt sinn aðdraganda. Og það sem þú veist og þú getur ekki þrætt fyrir er þegar það gerist. En vegna þess að þú ert fróð manneskja margt og hefur kynntir málin talsvert, þá er léttur leikur að leggja málið svolítið öðruvísi upp en svona flesti gera. Og þú sérð aðdragandann. Þú sérð aðdragandann til að mynda með sumar þjóðir í gegnum sögu þjóðarinnar. Erjur, deilur,
þras og þrætur, óeining, allt það. Aðdragandi. Alveg eins og það aðdragandi að verki Jesú Krist á krossinum. Nokkuð langur aðdragandi ef það allt saman skoðað. Við skundum aftur til skilningstré góðs og ills. Þar urðu þessar rætur til. Í orðum og verkum fyrstu tveggja mannverana í þessari veröld. Við vitum nafni á þeim. Og þetta ekki ennþá búið að leggja þetta til hliðar. Fyrir okkur sem eigum Kristjú hefur það verið lagt til hliðar. Þegar við erum hólpið fólk, en hvað eru við mörg? Ég held við séum innan við milljarðar allavega, ekki mannkyn yfir 6 milljarðar, þannig að þið sjáið að það eru nú nokkuð margir sem eiga eftir að ná þessum takti sem við náðum. Eru þetta bara gjöf til okkar? Akkur til okkar? Ég veit það ekki. Ég veit bara svona vinnur lifandi Guð. Og ég segi við sjálfa mig, þú ert hólpin. Og ég segi líka Drottinn á það inni að hann fái að nota krafta þína fyrir sig og ríki sitt. Og ég viðurkenni það fúslega að er ekki af þessum heimi, því ef það væri af þessum heimi, væri það bara eins og heimurinn. En þetta andhverfa heimsins. Og það lýst upp af himni Guðs, Guði sjálfum. Og þessi birta sem hann gefur, hún svart og hvít mynd. Hann með þetta svona að því hann vill aðgreininguna alveg skýra, klára og kvitta. Ljós, myrkur. Ljós, þá sérðu allt fyrir innan, í myrkri. Hefurðu kynnst þreifandi myrkri? Ég veit það ekki, því að borgirnar okkar eru lýstar upp, þannig að við kannski höfum ekki kynnst þreifandi myrkri, nema kannski sum okkar. En í þreifandi myrkri sér þið ekki neitt. Þú þarf jafnvel að þreifa fyrir þig með fótunum til þess að vera öruggur að þú komist á leiðarenda. Þetta myrkur ennþá. Og ég hef gengið í svona myrkri. Og alveg í þreifandi myrkri að ég sá ekki lappirnar á sjálfum mér. En ég vissi leiðina, þekkti leiðina. Og ég sá ljósið á húsinu sem ég var á leiðinni til. Þannig að mér skriplaði ekki fótur. En ég sá ekki glóru. Og hefði ljósið ekki verið þarna úr þessu glugga, að þá, já, ég hefði nú kannski ratað, ég segi það nú ekki, að því ég var á kunnuglegum slóðum, en að sjá, nei takk, það var ekki fyrir hendi. Og þetta gerðist nú á ágætu Íslandi. Og þetta ennþá að gera þar sem að ljósastöra nýtur ekki við. Það þreifandi myrkur. Andstæður. Og þetta líka mynd af ljósi sem lýsir. Og hvað ljós sem lýsir? Kristur. Og þetta ljós sem lýsir segir og talar varðveitum líf. Hlúum að lífi. Elskum þetta líf. Ekki réttlæta
að líf sé tekið með einum og öðrum hætti. Það er nefnilega ein lenska hjá manni, það er að réttlæta allt og þetta vitum við. Við réttlætum allt sem við gerum. Og ef einhver dirfist að segja eitthvað annað, þá bregðust við ókvæða við sum, hvað er þú að skipta þér að þessu? Er þetta ekki svona? Af hverju? Af því að einhver í okkur bálast upp. Þetta er maðurinn. Þetta er ég og þetta er þú. Og það er vel hægt að skilja það í þessu ljósi að ég og þú, við þurfum á Jesú að halda. Við spurðum áðan, hvað er svona erfitt að skilja hér? Trúin er ekki allra. Trúin er gjöf. Trúin ætti því að geta vakið hjá mér og þér þakklæti. Gerir hún það? Já, ég reikna nú með því að hún gerir það allt á annað slagið, en stundum erum við bara ekkert þakklátt fyrir þessa trú. Við erum meira að segja á þeim stað stundum að við vitum ekki hvort við viljum hana eða ekki. Já, við eigum fyrirgefandi Guð. Við eigum Guð sem sér ekki eftir neinu. Sér ekki eftir því að hafa frelsað mig og þig, sem jafnvel eigum það til að bera það upp við okkur sjálfa hvort við viljum þetta. Ég held að önnur staða komi upp þegar við stöndum að leiðarlokum. Og það eru 2 hópar. Og það er verið að velja menn í hópana. Og hver er valinn? Sá einn sem myndin af Jesús blasir við í hjartanu. Og hvar kom þessi mynd í þig? Hér í þessu lífi. Og þú tókst trúðin alvarlega sem að flestir gera, ég veit reyndar ekkert en margir veit ég gera, að því þeir skilja hvað er í gangi. Þeir skilja að það er aðdragandi að öllu. Aðdragandi. Nei, ég veit ekki hvert við langir nýtt til þess að vera í þessari trúlingu. Þetta er allir svo leiðilegri þessi trúuðu menn. Kannski. En Jesús er skemmtilegur. Og hann segir, Konráð, elskaðu mig og ég skal magna upp í elskuna til að þú getur farið að elska annað fólk líka. Og í elskunni og kærleikanum býrðu þér samfélag með góðu fólki. Samt ekkert betra en þú, en með góðu fólki. Og í góðara vinahópi, þetta er nú þekkt, að þar líður okkur visna vel. Að sjá þetta ekki svona er engu nema manni sjálfum að kenna. Sér svona er þetta. Samfélagið sem Drottinn gefur okkur er þetta. En það verður alltaf vandamáli kringum þessi blessuðu samfélag. Og meðan menn eins og ég og þú eru þar. Og samfélag verður aldrei nema með mönnum eins og mér og þér. Sem sagt, það koma upp vandamál. Aftur sjáum við veikleika manna. Þetta snýst allt að verja mannin
okkur sjálf gegn okkar eigin veikleika. Við höfum engin ráð, en við höfum orð Guðs. Það er ráðið. Það er ráðið sem meira að segja dugar. Trúir þessu? Ég bið Guð að þú trúir þessu. Ég veit ekkert um það og get engu svarað um það. Trúi ég þessu? Já, ég trúi þessu, já. Þetta er svo leið sem að ég vil fara og vel að fara. Af hverju? Að ég trúi á hana. Ég veit ekki hvað þú sérð, en ég trúi á hana. Og það að ég trúi á hana nægir fyrir mig. Hvað nægir fyrir þig? Ég get ekki svarað fyrir þig, þú svarað því sjálfur og sjálf. En þetta er verkið sem að á sér langan aðdraganda, allt til skilnistri góðs og ills og birtingamyndin blasti við á krossinum. Og hér er ég að tala um það sem þessi einstaklingur að nafni Jesús vann og gerði. Hann sýndi okkur hvað það merkir að vera undir sínum verndarvæng. Hann reis upp. Og hann býr í mér. Og ég er í honum til að hann sé örugglega í mér. Hvað er átt við? Þegar þú ert í honum, það er val, þá finnur að hann er í þér. Fer hann þá þegar þú ert í fílu eða ég? Nei. En þú verður kannski ekkert var við hann. Þess að segja, vertu í mér, þá verð ég í yður. Og það breytir öllu. Hei, ég finn fyrir drottni maður, það er ekki smáraði. Hann er ekki að koma og fara. En ég er að koma og fara frá sjálfum mér. Það er svona boðskapur sem við þurfum að boða. Þetta setur svolítið aðra mynd á mína ábyrgð. Þetta er allt til staðar. En mitt að velja. Og ég vil, Drottinn, ég vil að þú sért mér, já, ég vil finna fyrir þér í hjarta mínu. Þá segir hann, ekki málið, komdu bara til mín. Og þá er ég í þér. Sem sagt, þá finn ég fyrir honum, hann einhvern veginn lifnar við í mér. Það er það sem er átt við. Sem sagt, ég ræð öllu um þetta. Samt er Jesús í mér. En svo vorum að tala um, hann hoppar ekkert bara út og inn fyrir fíl og skellir hurðum. Ég geti gert það og selina oft gert það. Hann er ekki svoleiðis. Akkur, hvernig er þetta hægt? Það heitir kærleikur. Gegnum gangandi kærleikur, þá er þetta hægt. Eigi til kærleika, hvort til annars, þá er þetta hægt. Aðferðin er til. Aðferðin virkar fullkomlega. En ef ég vil fara eitthvað aðra leið, þá get ég það. En þá er ekki víst að aðferðin virki. Og þetta er eitt af því sem að trúa reynslan er að gefa okkur. Reyndu mig einu sinni á þennan hátt hvort ég opni ekki flóðgáttir himinsins fyrir þér, segi Drottinn. Reyndu mig einu sinni á þennan hátt. Hvað er hann að tala um? Það sem hann sjálfur hefur boðað. Og hvernig veit ég það? Ég á orð Guðs. Ég er að læra upp úr því. Ég er að heyra kennslu upp úr því. Ég sækist ekki eftir neinni annari kennslu heldur en kennslu upp úr orði Guðs. Það er ekki bara góð býti. Ég vil ekkert býta á þessu og ykkur öðru. Það bara kemur ekkert ykkur eina. Ég er ekki til umræðu um það. Í Jesú nafni.
En Konráð Rúnar Friðjónsson segir þetta gott í dag og heldur þessu góða verki Drottins áfram og biður bænir fyrir þessu. Amen.